Ég ætla að gera smá follow-up hérna. Við fórum yfir þetta CT hérna síðast og þá var ég að tala um þessa hérna erósjón hérna á lateral bógöngunum og það og ég gerði aðgerð í gær og megnið af þessu var kólesteatóma hérna. Og ég gerði canal roll down og á þessu svæði þá náttúrulega sá maður svona blue line en það var á svona pinpoint svæði sem vantaði beinið yfir en þetta gekk svo sem allt vel og ég öll prinsip voru var passað upp á. Hann var með dehiscent andlitstaug í sporskjulaglugganum og því var kaus ég ekki gera neina rekonstrúksjón, tók þessa prótesu þarna sem að lá og gerði inferior palmar flippa, ég gerði periostal undan temporalis vöðvanum flippa, notaði brjóskið og metaplastikinni upp í epitimpanum og í sinodural vinkilinn til þess að rekonstruera þetta, sjáum hvernig það verður. En ég ætlaði síðan að sýna ykkur aðra lateral canal fistúlu. Hérna erum við líka með vinstra eyra. Þessi kom inn með í rauninni svima og hafði verið þá greindur með lateral canal BPF en líka heyrnardeyfu, sem sagt fær nystagmus við lateral canal próf en við skoðun þá er hann með granulósationspólip á hljóðhimnuplaninu ofarlega og þið sjáið hérna, við skulum sjá hvort við getum stækkað þetta eitthvað. Já, eða ekki. Þið sjáið hérna stóra fistulu á lateral bógöngunum hérna. Það vantar allt bein hérna. Þetta er á 4-5 millimetra svæði og öfugt við hinn sem ég var hérna framar í vídeónu, þá þarf þessi vissulega canal roll down á sama hátt en í þessu tilviki þá finnst mér ekki verjandi að reyna að taka epitheli ofan af eins og ég gerði í hinum, heldur ætla ég að skilja epithel hérna ofan á og láta þetta bara vera og svona exteriorisera þetta kólesteatóma inn í canal roll down cavitet og ég hef svo sem gert það áður með ágætis árangri. Þannig að þessi ekki ópereraður, reyndar eftir viku, skulum sé að gefa ykkur eitthvað update með það. En andlitstaugin er nú hér, hún virðist nú vera beindekkuð, en við þurfum bara að respektera sömu prinsip með canal roll down, stóra megatoplastik, bora allt niður, bora niður andlitstaugarhrygginn og reyna að gera inferior palmar flippa og reyna eftir megni eftir bestu getu að fá svona lítið sjálfhreinsandi kavitet. En við sjáum hvernig gengur með þennan. Hinn var með Weber í ópererað með vægan, ekki með einstaklega vægt ójafnvægi eftir aðgerðina en fór þó heim samdægurs.